En þá förum við aftur í tíman og fylgjumst með götubílaflokki í Greifatorfærinu sem framfór á Akureyri. Hjá mér er staddur Guðbjörn Grímsson, komdu sæll. Sæll. Það var mikil barátta í þessum flokk? Já, það var geysilegur barátta. Gunnar Pálmi, hann náði ekki að mæta í fyrstu torfæruna, hann mætti núna með gjörbreyttan bíl og sýndi geysilega þetta. Og þarna sem við Steingrímur með glæsileg tilþrif, var næstu búinn að aka niður tökumennina hjá okkur. Hann fær 150 stig fyrir fyrstu þraut. Þá var það Kristján Finnbjörnsson. Hann var óheppinn í síðustu keppni, velti þar illa en við erum búin að laga bílinn mikið. Hann fær hérna 185 stig fyrir fyrstu þraut. Og þá kom að Gunnari Pálma. Og hann fær 285 stig fyrir þessa þraut. Þá var það Ragnar Skúlason. Hann keppir á Jefstir. Þetta er stór og mikið bíl en geysileg orka hjá hann og hefur ekkert fyrir þessu. Já, og fær sömu stig og Gunnar Pálmi, 285 stig. Þá var það Þorsteinn Einarsson. Ekur þetta miklu öryggi. Nei, heyrðu. Hann grefur sig þarna niður og nær ekki nema 215 stigum. Hann hefur eitthvað vanmetið brautina. Þá var það fjósamaðurinn. Hallgrímur Ævarsson. Já, það er nú mest að fyrir hvað hann kemst. Fær 190 stig. Og þá var það bóndinn. Jú. Þeir hefðu orðið að fjósamaðurinn hefði þurft að mála bílinn rauðana því hann hefði ekki staðið sér nógu vel í kettinu undan. Og þarna er Sigurjón Guðmarsson á Willys. Hann er ekki alla leið, fær 195 stig. Guðni Jónsson er hérna á samskonar bíl, að vísu bláum. Með skemmtilega blæju hérna á veltigrindinni á sér. Hann endar á svipnum stað, en fær þá 200 stig, 5 stigum betur. Og þá var það Gunnar Guðmundsson. Ekur þetta en tekur þarna dekk. Tapar 15 stigum. Fær 270 stig. Vel gert hjá honum. Þá er það Guðmundur Sigvaldason. Eitthvað vanmetið þrautina. Þá erum við staddir í annarri þraut. Þarna er Ragnar Skúlason. Það er nú mest að furða hvað hann kemst á þessum bíl. Hann virkar stór og þungur en fer sitt. Hann er ennþá í fyrsta sæti þarna eftir fyrstu þraut. Hann er feikna góður ökumaður og þekkir bílinn sinn greinilega vel. Og já, ég ekki segja bara að hann var í rosa stuði. Já, hann tapar hérna 15 stigum við að stoppa. Það eru dýrmætt stig. Þessi þraut reynir mikið á beygjuradíus á bílunum. Þarna nær hann að krækja á milli dekkjana á þess að snerta þau. Það voru Þú sér kannski þessi bíl er áttur á gormum og hann er virkilega vel smíðaður. Og hann sé stór og viðtung. Vinna hlutin eru saman. Já, og þetta er bara glæsi brag. Það vantaði ekki tilþrifin í götubílaflokkinu á Akureyri. Þau voru mikil og stór. Þeir eru farnir að jafnast á við sérubúnaflokkin líka við. Og þarna er Steingrímur Bjarnason í sömu þraut. Þess að geta að Ragnar fékk 270 stig. Skulum sjá hvað Steingrímur gerir. Steingrímur gefur aldrei neitt eftir og hérna var Íslandsmeistari í fyrra og sýnir geysilega orku og svona samt lipur í akstri. Hann er þó að setja framdekkin upp á, kemst á í gegnum síðasta hlið og fær þarna 260 stig. Það er 10 stigum lagara en Ragnar. Það var það Rögnvaldur Ragnarsson, bóndinn. Hann er með 170 stig eftir fyrstu þraut. Við skulum fylgjast með hvernig hann keyrir þessa þraut. Hann verið sleppa þokkalega vel frá dekkjunum og hefur ekki stoppað. Þá er bara að fara alla leið. Já, nær nokkuð góðum árangri. Hann fær þraut og er komið með 425 stig í heildina. Þarna er Kristján Finnbjörnsson sem velti í Jósasdal. Eru þeir allir með kraga í þessa ekkerni? Já, keppendur nota orðið kragafesti til þess að verja sig að þeir velta. Það getur komið að þessi slæmu slingur.
Það lendir þarna akkurat inn í hjólförunum og það er orðið ansi slæmt frákast eftir bílana sem eru á undan. Sér hvernig hann rennur þarna inn í beina leið á vestasta. Þá gerir svona. Þarna kemur sér vel fyrir hann að vera með kraga. Við sjáum að þetta eru mikil átök. Sleppur þó nokkuð vel frá þessu. Hann fær þarna 240 stig og er komið 425 stig í heildina. Hann er jafn Rögnvaldi Ragnarsinni. Þarna er Gunnar Pálmi. Hann þarf að bakka þarna, tapar við það stigum. En er að krækja fram hjá dekkjunum. Já, það er geysileg orka í þessum bíl. Það er geysileg orka og flott fjöðrun. Hann fékk þarna 240 stig og er orðinn jafn Rögnvaldi Ragnarsinni. Þarna er Guðmundur Sigvaldason með glæsileg tilþrif, fær 205 stig í þriðju þraut. Þá er það Gunnar Pálmi í sömu þraut. Gunnar Pálmi hefur ekkert fyrir að keyra upp þrautirnar en hann tók svolítið mikið niður á dekkjum og gerði mistök sem að vera honum dýr. Og þarna er Ragnar Skúlason. Fer þetta leikandi. Fær 285 stig. Og þá er það Þorsteinn Einarsson. Tekur 2 dekk þarna allavega, sá ég. Fær 250 stig. Þá er það Steingrímur Bjarnason, Íslandsmeistarinn. Hann fer þarna ekki nógu langt. En við skulum sjá stöðuna eftir þriðju þraut. Í fyrsta sæti er Ragnar Skúlason með 840 stig. Í öðru sæti er Gunnar Pálmi Pétursson með 810 stig. Þorsteinn Einarsson í þriðja sæti með 690 stig. Og saman í fjórða til 5. sæti eru Steingrímur Bjarnason og Kristján Finnbjörnsson með 650 stig. Og í 7. sæti er Rögnvaldur Ragnarsson með 620 stig. Þá förum við í fjórðu þraut. Og það er Gunnar Guðmundsson sem byrjar þar. Þetta er hann upp úr drullupitt, upp smá barð og síðan geysilega erfið að brekka. Hann fer þetta engu að síður mjög létt, alveg áfallalaust og fær 300 stig. Þá er það Þorsteinn Einarsson. Hann hefur staðið sig vel til þessa. Eins og kom fram á þau, þá var hann með 690 stig fyrir þessa þraut. Já, þetta virðist vera létt hjá þeim, báðum. Fær 300 stig líka. Þá er það Hallgrímur Ævarsson, fjósamaðurinn. Skildi hann að vera blár, hann verður að gera vel þá þessa. Nú það er bara komið Laugavegur hana upp brekkuna. Það er ómögulegt að gera mistök hana. Hann fær 300 stig líka. En við skulum sjá hvernig brautirnar breytast eftir fyrstu bílana. Þarna er Guðmundur Sigvaldason ræstur fyrstur og vígir hérna brautina. Og það má sjá að það er töluverð breyting. Og þá er það næsti bíl sem var ræstur. Kemur hérna aftur Gunnar Guðmundsson. Það er strax farið að mýkjast aðeins og það komið. Leikurinn var frekar auðveldur fyrir þá sem á eftir komu. Þeir gátu rata rétta leið. En það getur líka farið í hina áttina eins og sýndir sig þegar að króst undan bakkanum og bílarnir fengu sem er að frákast. Nú við skulum sjá Kristján Finnbjörnsson. Hann er geysilega skemmtilegur keppandi og skemmtileg orka í bílnum hans. En hann verður fyrir óhappið þarna, hann fer á hliðina. Og þá gerist það sem stundum vil gerast, að fyrir utan brautirnar er kannski verra að velta og hann fór virkilega illa með bílinn sinn þarna. En við vonumst þess að fá að sjá hann aftur því að það er svona missir að missa hann út úr þessu sporti. En þess má geta að laugardaginn kemur verður BF Goodrich torfara, bílabúðabenna á Hellu, sem er með skemmtilegustu keppnisvæðum á landinu. Og sigurvegarinn í götubílaflokki er Ragnar Skúlason með 1435 stig, Gunnar Pálmi Pétursson í öðru sæti með 1377 stig, Þorsteinn Einarsson með 1236 stig og fjórða sæti Steingrímur Bjarnason með 1160 stig. Í 5. sæti er Gunnar Guðmundsson með 1122 stig, í 7. sæti Guðmundur Sigvaldason með 1117 stig, 7. sæti Rögnvaldur Ragnarsson með 1060 stig og Hallgrímur Ævarsson í 8. sæti með 919 stig og í 9. og 10. sæti koma Kristján Finnbjörnsson og Gunni Jónsson báðir með 875 stig og í 11. sæti var Sigurjón Guðmarsson með 599 stig.